Glæsilegt. Já, eins og ég sagði, það var maður sem ég talaði við. Hann var að segja við mig að ég talaði alltaf niður til hans. Það var til þess að við byrjum að tala saman og ég gerði iðrun og við erum bara fínir vinir í dag. Það sem að mér langar að tala við ykkur það að í Nýja testamentinu það eru 4 orð í grískunni sem að tákna kærleika eða ást. Fyrsta orðið eros, síðan það stergo, phileo og agape. Þetta sem sagt 4 mismunandi merkingar á ást eða kærleika. Fyrsta orðið sem ég nefndi eros. Við getum sagt að það sé svona eins konar kynlífsþrá eða holdleg útrás. Þetta orð á rætur að rekja til orðsins erao sem þýðir að krefjast, biðja eitthvað eða óska eftir. Þetta er ekki kærleikur sem gefur af sér, heldur krafa ást, eigingirniskærleiki. Þetta orð aldrei notað í Nýja testamentinu, ekki einu sinni samlíf á milli hjóna. Það orð sem notað samlíf á milli hjóna orðið phileo. Næst kemur orðið stergo, það merkir kærleikan á milli foreldra og barna og kærleikur sá sem á milli fjölskyldunar. Og það hægt að lýsa þessu sem ást þjóðar á þjóðarleikanum, eins og til dæmis ást Tailendinga á kónginum sínum. Þetta orð líka notað í öðru Tímóteusarbréfi, kafla 3, vers 3, en það það notað með neikvæðri merkingu, þar sem að fjölskyldubönd hafa rofnað. Síðan þriðja orðið sem phileo. Það kærleikur 2 vina eða fleiri, en þetta ekki hástigs kærleikans, heldur þetta kærleikur sem við getum lýst sem þannig: ég klóra þér á bakinu og þú klóra mér á bakinu. Ég ger eitthvað fyrir þig og ég vil fá eitthvað í staðinn. Það phileo. Síðan mörg orð sem að koma út frá þessu orði phileo, sem að þýðir bara kærleikur, eins og til dæmis filosofía. Sofía þýðir viska, þannig að filosofía sem að við köllum á íslensku heimspeki þýðir raun og veru sá sem elskar viskuna. Ég búinn að vera í öllum þessum 3 kærleikum, eros, stergo og phileo, en Guð að vinna í mér í sambandi við agape kærleikan. Agape kærleikurinn kærleikurinn sem að Guð með. Guð ekki með kærleika, Guð kærleikur. Mér langar að segja ykkur í vinnunni minni, það var búið að færa mig aðeins til í vinnunni. Ég komin í svona léttari vinnu núna. Ég var alltaf í svona fremstu í víglínu, það sem var mest að gera, mest atið. Og ég svona maður sem á auðvelt með að missa stjórnarskapið mínu. Ég með kalla ég með svona skapgerðarbresti. Við búin að vera að vinna í mér með það. Fyrir nokkrum mánuðum síðan þá talaði ég við yfirmanni minn og baði hann að taka frá kjötanda mitt, því ég ætti von á gestum í mat. Þetta var á föstudegi. Og svo eftir vinnu þá fer ég alltaf að ná í kjötið og þá ekkert kjöt. Og ég hringi í yfirmanni minn og hann svarar mér ekki. Þannig að ég nægi sölumannin og beði hann að hringi hann. Þá hafði þessi yfirmanni minn gleymt að taka frá fyrir mig, og hann var búinn að fela sig því hann vildi ekki mæta mér, af því að ég með sögu ég skal bara segja eins og bara ofbeldi.
þannig að hann var að fela sig, hann vildi ekki hitta mig, þetta var yfirmaður minn. En þar sem að Guð er búinn að vera að vinna í mér, þá var ég bara búinn að fyrirgefa. Ok, svona gerist bara. Daginn þá fór ég með vini mínum niður í bæ og við vorum að biðja fyrir fólki og fullt af fólki sem að fekk blessun, læknaðist. Ég baði að taka myndir af þessu, þú getur sett þetta á Facebook. Og það klúðraðist. Og hann lét mig vita og hann baði mig að fyrirgefa sér. Ekki einu sinni, heldur þrisvar, fyrirgefa. Klúðraðist. Af hverju? Af því að hann átti vonað að ég myndi bregðast illa við. En Guð er að svona vinna í mér og að koma með þennan agape kærleika. Þannig að ég, á þess að vera reiður, ég bara fyrirgaf hann. Mér langar líka að segja ykkur frá því að fyrir í vor dreymdi mig draum. Við vorum nokkur hér í kirkjunni, Kitty var þarna í þessum draum. Við vorum í Tyrklandi, við höfum verið að biðja fyrir fólki, múslimum, og við höfum verið handtekinn. Það var búið að setja ykkur inn í svona hringleikahús, eins og það var eins og rómverskt hringleikahús. Sátum öll svona í hring og vorum að bíða eftir því að við erum tekinn að lífi. Og þarna byrja ég allt í einu bara hristast og skjálfa, byrja að gráta. Ég var að missa trúna. Þá allt í einu byrja Kitty að uppörfa mig. Segja, veistu, Alli, byrja að tala í tungum. Segðu okkur frá hvað þú hefur verið að gera. Hann byrja að uppörfa mig, hann byrja að rifja mig upp. Því mér leið svo illa. Svo þegar ég vaknaði og spurði ég Guð, hvað erum að vera? Af hverju leið mér svona illa? Þá byrjaði Guð að segja við mig, það er út af því að þig skortir kærleika. Þú ert með yfirborðsfullan kærleika. Vitið þið, ég hef búin að finna fyrir því svolítið lengi að ég er svolítið hræddur það að ég komist ekki til himna. Ég hef gert ýmislegt fyrir Jesú, rekið út djöfla, ég sé fólk læknast, ég leitt fólk til trúar, ég hjálpa fólki að skýrist í heilagum anda. En það segir í Biblíunni að Jesús segir við fólk á síðustu tímum þegar það er að koma, og segir hann við að farið frá mér þegar illgerðum en ég þekki ykkur ekki. Við fór spyrja Guð, byrju, af hverju segir þetta? Þá segir hann því það vantar kærleikann. Þú ert að gera þetta fyrir sjálfa þig. Þú ert ekki að gera þetta fyrir mig. Í 1. Kórinthubréfi, 13. kafla og versi 1 segir Páll: þótt ég talaði tungum mann og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmið eða hvellandi bjalla. Á þessum tíma þegar Páll var uppi, þá voru menn sem voru með svona bjöllur, að hringja bjöllum, og voru að ganga niður og láta vita, við erum svo heilagir, við erum heilaga fólki, við erum flotta fólki. Ég vil ekki vera svoleiðis. Síðan segir hann, þótt ég hefði spádómsgáfu, vissi alla leyndardóma, alla þekking, og þó ég hefði svo takmark frá þess að trúa að færa mætti fjöll úr staði en hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Vitið, ég er búin að lenda í 2 bílslysum og Guð hefur læknað mig báðum, þó ég hef verið 3 mánuði, kom skiptið á sjúkrahúsi því ég hef trú. En ef ég er bara með trú en ekki með kærleika, þá skipta það mig ekki neinu máli. Svo segir hann, þótt ég deil út öllum eigum mínum. Ok, þið munið eftir Ananías og Safíru. Þau gáfu eigurna sína, en þau gerðu ekki að kærleika, þau vildu gera þetta bara til þess að láta minnast sín. Og þið vitið hvað gerðist fyrir þeim. Síðan segir hann, þótt ég framseli líkamann minn til þess að vera brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Það var til á þessum tíma menn sem byrjuðu að tala illa keisarann og létu brenna sig, bara til þess að láta minna sín. Það var svona eins og bautasteinn fyrir þá. Ég vil ekki vera svona. Agape er kærleikur Guðs. Agape er svo yfir fullt orða kærleika að það er varla hægt að útskýra þetta orð.
Vitið þið það að agape á sér stað þegar einhver einstaklingur sér eða finnur og kann að meta gildi einhvers og hefur viðkomandi í miklum metum, og ekki nóg með það heldur hann er heiðarlegur og fullur af virðingu gagnvart þessum manni. Besta dæmið um þetta er í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og versi 16. En þar er þetta orð elskaði, það er orðið agape. Sjáðu til, Guð horfði á mannin þegar hann var fallinn í synd, en hann elskaði mannin samt svo mikið að hann var fús til að senda son sinn í dauðan fyrir okkur. Hann fórnaði einkasyni sínum í lausnagjald sem Satan setti upp til þess að leysa okkur. Þetta er agape. Agape kærleikurinn er svo magnaður að hann krefst einskis tilbaka. Þetta er skilyrðislaus ást. Það er engin mörk, það er enga takmarkanir á þessum kærleika. Sem sagt, ef við tökum þetta allt saman, þá er eros sjálfselskandi kærleikur, og út frá orðinni eros er orðið erotík komin. Stergó, það er bundið við fjölskylduna. Fílió, ég klóra þér og þú klóra mér. Þetta er kærleikur sem mjög oft bregst. En agape, hann leitar ekki eftir endurgjald. Heldur, hvað get ég gefið af mér? Þannig er Guð. Hvað get ég gefið þér? Þegar við erum í slíkum kærleika og óskum ekki eftir neinu endurgjaldi, þá er ómögulegt að særa okkur. Vegna þess að við búumst ekki við neinu frá öðrum. Við erum bara í kærleikanum. Þetta er miklu meiri kærleikur heldur en eros, stergó eða fílió. Guð gaf einhvern sinn í lausnagjald fyrir mannkynið. Jesús gaf líf sitt í dauðan fyrir okkur. Ég spyr sjálfa mig, hvernig öðlast ég svona kærleika? Get ég mögulega sýnt öðrum svona kærleika? Það er svolítið erfitt fyrir mig. Ég reyni. Fyrir mig er það ómögulegt að vera í agape ef ég gengi í krafti hólsins. Því að holdið það er sjálfsherst og leita sín ágætis fyrst og fremst, en að því að sákorninu frá Guð var sáð í mig úr þessari kirkju hér af pastor Kristni fyrir meira en áratug síðan, þá er það mögulegt. Það er undir mér sjálfum komið hvort að ég leyfi holdinu að ráða eða anda Guðs sem í mér er. En eins og þið vitið, þá eru verk holdsins, þau eru sýnileg, og ef við förum í Galatabréfið, 5. kafla, og við skulum bara sjá frá versi 19, þá segir Páll, holdsins verk eru augljós, frillulífi, óhreinleiki, saullífi, skurðgóðadýrkun, fjölgingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídragni, flokadráttur, öfund, ádrykkja, svall og annað þessu líkt. Megnaði þessu hef ég verið í. Og hann segir, það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. Síðan er það ávöxtur andans eða ávöxtur ljóssins, kærleiki, agape, gleði, friður, langlíti, gæska, góður, trúmennska, hógvarð, bindindi eða sjálfstjórn. Sem sagt, ég vil fara inn í agape, kærleika. Nú ætla ég að enda þetta bara með bæn, síðan tekur pastor Kristinn við. Drottinn Guð, hjálpa þú mér að breyta eftir vilja þínum. Gerðu agape að einkenni í lífi mínu. Ég bygg þig að fyrirgefa mér það þegar ég hef
fallið í eigingirni, sjálfselsku og yfirbórsfullan kærleika. Gerði mig að góðum manni, hjálpaði mér að öðlast þinn kærleika. Heilar andi, ég vil ekki lengur ganga í holdinu, heldur vil ég miklu fremur ganga í krafti þínum. Ég sný mér til þín og bið agape kærleika þinn inn í líf mitt. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen. Þetta í raun og veru bara iðrun mín. Ég bara að gera iðrun. Ég ætla að vera góður maður, betri maður heldur en ég hef verið. Og mér langaði bara að miðla þessu með ykkur og ég þakka þér, Kristín, að þú gafst mér tækifæri til þess að segja þetta hérna. Takk. Amen.